Í þessu myndskeiði munum við skoða hvernig meðhöndla á varmaskiptatæki eftir að tekið hefur á móti þeim í meðhöndlunarstöð. Verklag og aðferðir sem við sýnum hér eru byggðar á viðurkenndum stöðlum rétta meðferð þessa úrgangs. Í flokki varmaskiptatæki eru tæki sem innihalda vökva sem gera þeim kleift að virka rétt. Í þessum flokki eru til dæmis kæliskápar, loftkælingar og hitarar. Hvaða innihaldsefni í vökvum sem þurfa að vera í kæliskápum og loftkælingum? Sumir af þessum vökvum innihalda rokgjörn lífræn efni sem geta annaðhvort valdið eyðingu á ósonlaginu eða þau geta valdið verulegri hlýnun vegna gróðurhúsaáhrifa. Á hinn bóginn ammoníak sem líka notað í kælibúnaði í ísskápum og loftkælingum mjög eitrað og eldfimt en það hefur ekki sömu skaðlegu áhrifin á umhverfið. Þessi efni eru í lokuðum kælikerfum kæliskápa og loftkælinga, í olíu í pressum og í einangrunarfrauði í veggjum kæliskápa. Kælitækjum skipt í 5 flokka eftir stærð og notkun. Áður en við hefjum störf verðum við að klæðast réttum persónuhlífum. Förum nú að vinna. Hvert verkefni krefst mismunandi persónuhlífa. Val á þeim búnaði sem nota skal við mismunandi aðstæður byggir á stöðluðum leiðbeiningum fyrir hvern vinnustað svo sem skráðu áhættumati. Hreinsun spilliefna og sundurtekt verður að fara fram á sérstökum svæðum. Þessi svæði þurfa að bjóða upp á vernd gegn vatni og vindum, ógangrætt yfirborð með nægilegum halla, lekasöfnun og olíuskilja skulu vera til staðar, fullnægjandi lýsingu og loftræstingu, hreinsikerfi fyrir svifryk þar sem rykmyndun er, einnig þarf að uppfylla öryggiskröfur á borðið, merkingar, leiðbeiningar öryggi á vinnustað, umferðarmerkingar fyrir fólk og farartæki, áætlanir flóttaleiðir ef hætta skapast, eldskynjara og slökkvikerfi. Allar kröfur sem gerðar eru til svæðis þar sem meðhöndlun fer fram eru settar fram í viðeigandi leyfum og löggjöf. Mikilvægt skref í meðhöndlun kæliskápa hreinsun spilliefna sem á að framkvæma í 2 skrefum, skrefi 1 og skrefi 2. Skref 3 getur líka fylgt á eftir til að ljúka ráðstöfun efnanna. Markmið þessa ferlis að fjarlægja efni og íhluti sem kalla á sérstaka meðhöndlun ásamt endurheimt hráefna á borð við málma og plast. Skoðum núna hvaða efni á samkvæmt löggjöfinni að fjarlægja úr kæliskápum þegar afmengun framkvæmd. Þéttar sem skal fjarlægja úr kælitækjum eru eftirfarandi. Þéttar sem innihalda PCB og borð við klófen, ef hæð eða þvermál þéttis stærri en 2,5 cm eða svipastórir á rúmmáli. Það góð regla að fjarlægja þétta á fyrstu stigum meðhöndlunar fyrir tætingu. Ef þéttar eru ekki merktir sérstaklega þannig að þeir innihaldi ekki PCB, á að meðhöndla þá eins og þeir innihaldi PCB. Flúrperur eða hvers kyns perur sem innihalda kvikasilfur sem kunna að vera í ísskápum þarf að fjarlægja áður en lengra haldið. Rofa sem innihalda kvikasilfur þarf einnig að fjarlægja á fyrstu stigum meðhöndlunarinnar. Hvernig skref 1 framkvæmt?
Þegar hættulegir íhlutir hafa verið fjarlægðir eru kælitækin færð í sérstakan tækjabúnað þar sem skref 1 er framkvæmt. Hér er kælivökvinn fjarlægður úr kælukerfinu og skilinn frá olíu. Annað skrefið í vinnslu kæliskápanna er framkvæmt í sérhæfðum tækjabúnaði. Í skrefi 1 þarf að halla í skápnum til að ná sem mestu af kæluvökvanum. Vökvinn er settur í olíuskilju sem skilur í sundur vökva og olíu og er svo geymdur í þar til gerðum tönkum. Í skrefi 2 eru tækin flutt í tækingar og flokkunarbúnað á færibandi. Aðeins tæki sem hafa verið afmenguð í skrefi 1 má senda áfram í skref 2. Á þessu stigi þarf að finna út hvernig einangrun er í veggjum kæliskápsins. Skápa með einangrun úr glerull á alls ekki að senda í skref 2. Hvernig er skref 2 framkvæmt? Mikilvæg aðgerð í skrefi 2 er tæting skápanna eftir að þeir hafa verið flokkar eftir tegundum. Rétt er að taka fram að skref 2 er framkvæmt í lokuðu rými með köfnunarefnisgasi til að koma í veg fyrir íkveikju vegna hás hitastigs. Þegar pólíúrethani er skilið frá er allt efni sigtað. Eftir afgösunarferli er rokgjörnum lífrænum efnum safnað og þau geymd í fljótandi formi. Næst er að nota segulmagn og aðrar aðferðir til að aðskilja mismunandi efnistegundir, segulmagnaða málma, ryðfría málma og plastefni. Hvað varðar afmengun á loftkælingum þá eru fyrstu skrefin svipuð og í tilviki kæliskápa, en afmengun á olíuofnum er framkvæmt með því að fjarlægja olíuna handvirkt. Í loftkælingum eru prentplötur sem á að taka úr ef þær eru stærri en 10 fercentimetrar. Áður en prentplötur fari frekar í vinnslu skal fjarlægja þétta sem eru stærri en 2,5 cm á kant. Er eitthvað gæðaeftirlit sem er framkvæmt í þessu ferli? Reglulegt eftirlit er viðhaft í þessum ferlum til að uppfylla kröfur gæðastjórnun. Til að sannreyna gæði aðmengunar í sendingu eða í stikkpröfu sérfræðings þurfa markmið magn efna sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar að nást. Markmiðin eru sett fram í evrópskum stöðlum eða löggjöf. Magn rokgjaldnara kolvetna og flúrkolefna sem endurheimt eru úr kælitækjum í skrefi 1 skal vera innan tilskilinna marka. Í skrefi 2 skal þéttni rokgjaldnara kolvetna og flúorkolefna þann efnis í pólíúrethanfrauði kæliskápa vera innan tilskilinna marka. Einnig þarf að uppfylla skilyrði leifar af pólíúrethani á málm- og plasthlutum. Stöðugt er verið að breyta þessum viðmiðum í evrópskum stöðlum þar sem sérstök athygli er á meðferð þessa úrgangsstraums. Öll efni og hluti sem krefjast sérstakrar meðferðar skal flytja á geymslusvæði sem uppfyllir hertar öryggiskröfur.
Aðstaða til lekasöfnunar skal vera til staðar og öryggisker. Réttar merkingar. Lokuð og örugg aðstaða sem aðeins starfsmenn með leyfi hafa aðgang að. Eldskynjarar og slökkvibúnaður. Merkingar samkvæmt E12C kerfi. Efni og íhlutir sem þurfa sérstaka meðhöndlun eru flutt með viðeigandi skjölum til frekari meðferðar af fyrirtækjum sem hafa leyfi til þess. Nota þarf viðeigandi ílát og gáma með réttum merkingum til flutninga. Ef flytja á úrgang yfir landamæri þarf að gefa út viðeigandi farmskjöl. Önnur efni sem verða til við endurvinnsluna eins og járn, stál, ál, gler og plast eru send til aðila sem vinna hráefni, svo sem stálbræðslur og glerverksmiðjur. Í þessu myndskeiði sýndum við framgangsmáta við meðhöndlun varmaskiptitækja og lögðum áherslu á góða starfshætti. Þegar við vinnum okkar störf er mikilvægt að hafa ávallt í huga okkar eigið persónulega öryggi og verndun umhverfisins. Við skulum nú í lokin fara yfir helstu atriðin í þessu myndskeiði varmaskiptatæki. Í flokki varmaskiptatækja eru meðal annars kæliskápar, frystar, loftkælingar og hitarar. Varmaskiptatæki innihalda ýmsa vökva. Þeir kunna að innihalda rokgjörn lífræn efni sem geta ýkt ósonlaginu eða valdið gróðurhúsaáhrifum. Sum tæki innihalda ammóníak sem er eitrað og eldfimt en veldur ekki sömu umhverfisáhrifum. Við vinnu skal ávallt nota viðeigandi persónuhlífar. Val á réttum persónuhlífum byggir á stöðluðum leiðbeiningum fyrir hvern vinnustað svo sem á skráðu áhættumati. Hreinsun spilliefna og sundurtekt verða að fara fram á sérstökum svæðum sem uppfylla ýmis skilyrði eins og vernd gegn vatni og vindum, ógangdrætt yfirborð með nægilegum halla, lekasöfnun og olíuskilju, lýsingu, loftræstingu og hreinsikerfi fyrir svifryk. Einnig þurfa að vera viðeigandi merkingar og leiðbeiningar, umferðarmerkingar, skipulagðar flóttaleiðir, eldskynjarar og slökkvikerfi, lokuð svæði sem aðeins starfsmenn með leyfi hafa aðgang að og merkingar með E12C kóða sem stendur fyrir European Waste Code. Meðhöndlun á varmaskiptatækjum í meðhöndlunarstöð fer fram í 2 eða 3 skrefum. Markmið er að fjarlægja efni og íhluti sem kalla á sérstaka meðhöndlun og endurheimta hráefni. Í skrefi 1 eru ýmsir íhlutir og vökvar fjarlægðir. Þetta eru þéttar sem kunna að innihalda PCB, rofar á ljósaperur sem kunna að innihalda kvikasilfur, prentplötur, vökvar eða oljur og athugað hvort að einangrun inniheldur spillefni eða glerugl. Í skrefi 2 eru tæki sett í tætara og efni úr þeim flokkað til að aðskilja hráefni. Í skrefi 3 lýkur ferli hráefna sem kom úr vinnslunu með því að senda þau í endurvinnslu eða ráðstafa þeim með öðrum hætti. Gæðaeftirlit er framkvæmt til að fylgjast með hlutföllum efna sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar í ferlinu. Þetta er til dæmis magn rokgjárnra kolvetna og klórflúorkolefna og leifar af pólíúrethan á málm- og plasthlutum. Geymslusvæði þurfa að uppfylla sérstakar kröfur aðstöðu til lekasöfnunar og öryggisker, merkingar, svæði lokuð af fyrir starfsmenn með leyfi, eldskynjara á slökkvibúnað og merkingar samkvæmt E12C kerfi. Við flutning þurfa rétt farmskjöl og leyfi flutningsaðila að vera til staðar. Nota þarf viðeigandi ílát með réttum merkingum við flutninga.